Já, Eiríkur Tómasson, prófessor í lögum. Þú ert búinn að vera að velta mikið fyrir þér stjórnarskrárbreytingum, stjórnlagaþingi og ég spyr þig nú fyrst einfaldlega hvers vegna myndirðu telja að það væri nauðsynlegt að breyta íslensku stjórnarskránni? Og það nú kannski ekki langan tíma en í stuttu máli sagt að þá erum við með að hluta til gamla stjórnarskrá sem við þáum að gjöf frá Danakonungi 1874 sem var reyndar, fyrirmyndin var sótt í dönsku stjórnarskrána frá 1849. Ég var að lesa það einmitt núna að Björn Þórðarson sem var okkar helsti stjórnlagafræðingur og síðan forsætisráðherra var að skrifa þetta og sagði, sko, það var ekki íslenskur þjóðhöfðingi sem gaf okkur þessa stjórnarskrá, það var útlendur kóngur, en það var tillögu Alþingis á þessum tíma hafnað og varakröfunni mætt með því að gefa okkur þessa stjórnarskrá. Og við þessa stjórnarskrá höfum við búið allar götur síðan að hluta. Auðvitað höfum við fengið inn í hana lýðveldið og á undan sjálfstæðið og þar áður þingræðið, en að stórum hluta að þá til dæmis staða ráðherra hér samkvæmt íslenskri stjórnskipan, svo sama og staða konungs og hans ráðgjafa á miðri 19. öld í Danmörku. Menn hafa talað að stjórnarskráin sé að vissu leyti svona uppskrift af þessu ráðherraræði sem við búum við hérna. Já, Danir hafa til dæmis verið að breyta sinni stjórnarskrá því að við tókum nú þeirra í arf. Fengum hana gjöf, þessari sömu stjórnarskrá. Og þeir hafa verið að setja inn ýmis ákvæði til þess að draga úr ráðherraræðinu og auka völd þingsins. Og til dæmis get ég nefnt að þriðjungur þingmann í Danmörku getur krafist þess að lagafrumvörp að vísa undanskildum fjárlögum og skattalögum verði lögð undir þjóðaratkvæði. Þessi heimild hefur reyndar einungis verið notuð einu sinni í Danmörku, en það að hún er til þýðir það að þriðjungur þingmanna hefur ákveðna leik gagnvart stjórninni og getur þess vegna þvingað stjórnina til samninga mikilsverð mál sem auðvitað er æskilegt að breið samstaða náist um. En af hverju hefur okkur gengið svona illa að breyta íslensku stjórnarskránni? Svar mitt er það að íslenski stjórnmálamenn, þeir hafa ekki viljað það. Íslenski stjórnmálamenn, þeir hafa verið hrifnir á ráðherraræðinu vegna þess að keppikefli íslenska stjórnmálaflokka, þetta er mjög áberandi síðustu áratugina, hefur verið að komast í stjórn og fá ráðherra. Og þegar þeir eru búin að koma ársinni þannig fyrir borð, þá vilja þeir náttúrulega sem minnstar hömlur sé á ráðherraræðinu. Og það er ekki bara, og ég vil skjóta því að hér, það er ekki bara ráðherrarnir þeir ráði yfir þinginu sem að er óheppilegt til dæmis með til fjárstjórnar ríkisins. Það hefur nú verið komið inn á þetta núna nýlega og við þurfum auðvitað að taka á því núna. Það er að segja, Alþingi samþykkir fjárlög, ráðherrarnir framkvæma fjárlögin, fara alltaf fram úr fjárlögunum og síðan renna fjáraukalög í gegn, þannig að þingið er kannski að samþykkja fjárlög með verulegum afgangi sem að verður svo að litlu og það er enginn í þinginu til þess að veita aðhald nema stjórnarandstaðan sem að hefur engin tæki. En það sem ég vildi segja líka er það sem er líka áhyggjuefni að ráðherraræði það lítur líka að embættismannakerfinu. Sko, nú er það svo að það eru margir ágætir stjórnmálamenn sem hér hafa starfað og eru starfandi. Það eru mjög margir líka góðir embættismenn sem hér eru starfandi. Þannig það má ekki persónu gera þetta eins og sagt er í umræðunni. En ég fullyrði það að íslenska stjórnkerfið, íslenska embættismannakerfið, það er veikt í heild sinni. Og ég held að það sé einn ástæðan fyrir því hversu illa við vorum í stakk búnir til þess að takast á við áföllin núna í haust. Að okkar embættismannakerfi, það er vant að fá fyrirskipanir ofan. Og ég hef heyrt það utan frá mönnum erlendis að íslenskir embættismenn, þeir eru rægir við að taka ákvarðanir. Þeir óttast ráðherraræðið sem að hvílir eins og mara á þeim. Þannig að þér finnst að atburðirnir sem urðu hérna í haust og þetta efnahagshrun í rauninni kalli á það að við förum að hugsa að gera breytingar á stjórnarskránni. Það sé knýjandi vegna í því sambandi. Við vorum að tala það hafa verið að tala skipulagsmál hér áðan. Sko, íslenska lýðveldið sem að mér finnst ágætt orð, fyrsta íslenska lýðveldið, það er hrunið að hluta. Og ég þarf ekki að fara mörgum orðum það, þú ert alltaf að fjalla það hér í þínu þáttum. Fram og tilbaka, En hvað gera með þegar þeir ætla að fara að byggja
á rústunum, nýtt. Já. Huga menn ekki að grunninum. Og ég held að við þurfum einmitt að huga þessari stjórnarskrá sem orðin að hluta til 150 ára gömul og var sett við allt aðrar aðstæður. Við þurfum að breyta henni og svo líka annað sem nauðsynlegt að gera og það vegna þess að íslenski stjórnmálamenn að þeir hafa komist upp með það, sérstaklega gagnvart stjórnarskránni, að lesa hana og segja ef þetta ekki bannað, sérstaklega í stjórnarskránni, þá gerum við það. Þetta gerist til dæmis í kjölfar þess þegar að forseti synjar lagafrumvarpinu fjölmiðlamálið, svonefnda staðfestingar 2004, að þá finna menn það allt í einu út að Alþingi geti gripið inn í þá atburðarás sem enginn hafði séð fyrir. Og það ekki bannað í stjórnarskránni og þá auðvitað vönd að ráða þetta leyfilegt. Og ég tel að svona hafa íslenski stjórnmálamenn gengið fram sem engum öðrum stjórnmálamönnum í öðrum löndum og til dæmis í Danmörku, því ég hef nú verið mikið að bera saman Danmörku og Ísland, myndi þetta í huga að gera. En sko, þú vilt að það verði kosið til stjórnlagaþings samhliða kosningunum, alþingiskosningunum? Já, ég óttast það að ef það verði ekki gert, að þá missum við þetta gullna tækifæri til þess að breyta þessari úreltu stjórnskipan. Við þurfum að koma hér á betra stjórnskipulagi, við þurfum fyrst og fremst að dreifa völdunum. Völdin hafa safnast á allt of fáar hendur, ég ætla ekki að fara út í það hér, þjóðin þekkir það og þetta náttúrulega það sem að Montesquieu sá gamli stjórnspekingur varaði við fyrir 300 árum og hefur hvað eftir annað sannast og við þurfum fyrst og fremst að gera stjórnarskrána þannig úr garði að völdunum verði dreift hæfilega. En þetta hægt, þetta framkvæmanlegt? Ég hef nú skrifað þetta grein og tel þetta vel framkvæmanlegt. Sko, ég spyr, við hvað eru menn alltaf svona hræddir hér á Íslandi? Sko, það alveg ótrúlegt hvað menn eru hræddir. Þetta handónýt stjórnskipun að hluta. Ég get sagt að ég búin að fylgjast með þessu lengi í framkvæmd og ég að kenna þetta upp í háskóla, búin að gera það í mörg ár. Þú ert sérfræðingur. Já, ég segi bara, og þetta gömul stjórnarskrá, það að segja þessi hlutina sem við fengum að gjöf frá Danakonungi, þvert gegn vilja Alþingis á sínum tíma og ég meina, af hverju hún heilög? Við höfum auðvitað breyta og við höfum ekki að vera hrædd við það og þetta spurning pólitískan vilja. Ég hef hins vegar þá skoðun, þó að ýmsir stjórnmálamenn íslenskir vilji breytingar, ég virði það, þá það þannig að pólitíska samtryggingin, hún á móti breytingunum og nú óttast ég að menn muni sjá til þess að það verði ekkert úr þessu stjórnlagaþingi vegna þess að stjórnlagaþingi auðvitað ógn við pólitíkinni svo hún hefur verið. Þetta ógn við stjórnmálamennina sem eru vanir að spila eftir gömlu reglunum. Þeir hafa ekki lengur ráðherrarnir, það verði allt í einu takmörkuð þeirra völd og Guð má vita hvað stjórnlagaþing gerir, það getur gert byltingarkenndar breytingar á stjórnskipunni. Ég fagna þeim vegna þess að við höfum búið við ónýta stjórnskipan sem að, sko, þetta þannig eins og með lög, að meðan menn fylgja lögunum og þá ekkert vandamál. Þegar uppkoma krísur, að þá skiptir máli að hafa lögin skýr og að þau haldi. Og þegar að hafa komið krísur hjá okkur, sem við getum kallað svona hálfgilding stjórnskipunar krísur, að þá hefur stjórnarskráin ekki reynst þetta haldreipi. En þú telur semst að þessi hægt að núna í vor að kjósa til stjórnlagaþings sem myndi starfa þá í einhvern tíma og fjalla stjórnarskrá? Já, og það mætti bera nýja stjórnarskrá undir þjóðina til dæmis samhliða sveitarstjórnarkosningum 2010 og ég skoðaði það nú, rifjaði það upp að Bandaríkjamenn þeir settu sér stjórnarskrá, það tók þá 4 mánuði að gera það, það voru 40 mann sem kom að því verki og ég held að við hljótum að geta sami nýja stjórnarskrá eða gert verulega breytingar okkar stjórnarskrá, sumt ágætt í henni, eins og mannréttindaákvæðin sem nýbúið endurskoðað, en ég held að við getum klárað það á svona 8 mánuðum og það sem mér finnst skipta mestu máli, og þess vegna vil ég láta kjósa núna, að við fáum stjórnlagaþing sem þverskurður á þjóðinni og sem ekki háð stjórnmálaflokkunum. Í stjórnmálaflokkarnir, eins og ég segi, svo ég tali bara þá persónu geri þá, þeir á móti þessum breytingum. Og þeir óttast þeim. En hvernig hægt að kjósa svona þing? Það hægt að gera það með persónukjöri og Jóhanna Sigurðardóttir, hún lagði fram frumvarp stjórnlagaþing 1995. Hún gerði ráð fyrir 41 fulltrúa sem kosin með persónukjöri, menn bara bjóðu sig fram persónulega og ég hef sett fram þá skoðun
og það kemur nú út af umræðu sem varð í stjórnarskrárnefnd á sínum tíma, þar sem ég kom að sem ráðgjafi, að þar voru menn að ræða forsetakosningar og tala það að fækka meðmælendum og ég held að meðmælendur með hverjum frambjóðanda ættu ekki vera margir. En þeir ættu hins vegar að skrifa undir meðmæli sín í votta viðurvist og síðan eru nöfn þeirra birt opinberlega, til dæmis á netinu. Þannig að menn kannist við frambjóðendur og það getur líka hjálpað einstöku frambjóðendum að fá trausta meðmælendur. Þannig að þetta alveg hægt að gera. Þetta alveg hægt að gera. Þetta svona, svolítið það, mann finnst, menn eru eins og þú segir, menn eru tregir hérna, menn sjá gjarnan voðalega mikil tormerki á þessum hlutum. Ég get bara sagt að hér var talað landráð fyrir í þættinum að ég var lögmaður Jóns Kristinssonar sem að kærði mál sitt til Strasborgar sem að snerist það hvort við ættum að skilja á milli dómsvalds og framkvæmdavalds. Nú það var þannig að við Jón vorum af ágætum sýslumanni í blöðunum kallaði landráðamenn að fara með þetta mál til Strasborgar og Jón Kristinsson, hann vann þetta mál og það var til þess að þessu kerfi var breytt og það myndi enginn vilja snúa aftur til gamla kerfisins. En menn voru svo hræddir við breytingarnar. Svo var þessu breytt og hlutirnir færðust til betri vegar. Eiríkur, þetta búið í dag. Ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Við sjáumst hér að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.